Sælelsumur. Nei, ég slökkti bara óvart á þessu bara strax. Já. Bara eins og ég hefði verið að byrja með hlaðvarp. Bara núna, í dag. Já. Þú ekki að gera þetta betur, eða? Já. Og mér langar að byrja aftur, en Já. þetta er samt svo gott efni, sko. Þetta er organíst hjá okkur. Já, þetta er svo gott, sko. Já. Líka, ef fólk er að horfa, bara sér hvað þú varst hissa. Nei, mér er alveg saman með þetta. Þú varst sjokkeraður. Ég heldur sett ennþá í sjokki. Sko, í einum þættinum hjá, í hjónvarpinu, Já, þá varst að láta Huldu prófa já, að gera þetta. já. Og svo varst að, aðdáðandur Það var annað með þetta. ánægði með þetta. Fólk í salnum er bara Og þú varst að skamma hana fyrir hvað þetta hefur verið svona snöggt. Nei, ég var bara að hugsa, herru, ég átti að byrja þáttinn og ég byrju, já, ok, hérna, róleg. Róleg maður. Þú ættir að byrja þáttin, já? Já, Ok. og ég var eitthvað að hugsa það og svo bara eitthvað, Já. rosalegt maður. Já, herru, ég ætla að segja þér sko, hverju lendi daginn, það er svakalegt. Ok. Já, ég og Hulda vorum að keyra með Kamilu vorum í Bauhaus og við erum bara Sem er með nýja sponsin okkar. það var nú við hérna. Já, það ekki. Jú, Fáum kannski ókipis skrúur. Þú þarft nú aldeilis skrúur, það er alltaf að bora. Já, ég er að reyna að segja þér hérna hverju lendi. Og varst í Bauhaus Ég var í og Bauhaus er að keyra á leiðinni bara til baka heim. frá Bauhaus. Já, og við erum bara hann á Vesturlandsveginum. Og þú veist, það er bara fullt af bílum og traffík en þú veist, hún keyrir greitt og við erum bara kannski 80 km hraða og maður horfir bara, skilur áfram veginn og bara bíl og eitthvað. Þú ert að keyra. Ég er að keyra, Já. kallinn. Mhm. Svo bara sé eitthvað svona eins og póki detti út eða það er eitthvað svona ryk og ég bara fatt ekki alveg hvað er í gangi og Hulda bara svona eitthvað svona, já, bara einhvern veginn hálfpartinn fríkar út. Herðu, þá dettur hundur út glugga á bíla 80 km ferð á Vesturlandsveginum. Já. Bara hundur dettur út gluggan Á og bílnum fyrir framan ykkur, eða? já, það er sérst, ég held að það vera einn bíl á milli okkar og hundurinn bara svona dettur út og það bara þyrlast einhvern veginn ryki um hann að hægri akrinni og hérna bara eitthvað ryk og hundurinn bara dettur og bara stendur strax á fætur og er eitthvað svona vafrandi bara á miðri göttin og bílarnir sem betur vera stoppa allir þannig að hérna umferðin hún stoppar og hundurinn er bara eitthvað hérna og Hulda náttúrulega, þú veist, hún hefur meiri samkennd með dýrum heldur en nokkur öðru í heiminum og hún hugsar ekki neitt nema bara, hún verður að fara út og ná innan hund og ég eitthvað svona ok, hugsa bara eitthvað, herru, hún er bara að verða fyrir bíl hérna en hún pælir ekkert í, ég segi, herru, já, passa á bílunum eitthvað, hún er bara farin út og hundurinn kemur sem betur fyrir bara strax til hennar. Ég bara átta mig ekki á því hvernig hann getur bara staðið upp og þú veist, ef dettur út bíl á 80 km hraða á það ekki að vera bara fatalt, skilur við? Ég hefði haldið það og ég held í alvörinni að þú veist að því Hulda fór og ætlaði að ná í hann ég held, og hún kom með hann inn í bílinn og ég sá fyrir mér bara hangandi löpp eða brotinn og eitthvað já, bara eitthvað svona alveg terror sko nema það virtist ekkert vera að hundinum það er alveg ótrúlegt og hann bara sat hann eitthvað alveg bara eitthvað skítrættur eitthvað já, var það stór hundur eða lítill hundur eða hvað? Þú veist þetta, ég myndi segja þetta var svona milli stær sko ok ég veit nú ekki tegundin en svona dæmigerður dálítið íslenskur já en samt ekki allavega, ok, síðan verður þetta skrýtnar nefnilega af því að ekki, þú veist, þetta er alveg nóg skrýta að hundur dett út glugga já, maður lendur oft í þessu herru, við bara eitthvað sjáum, hundurinn er með ól já bara stendur símanúmer takk, já, ok, nafn og númer já, og ég bara hringi herru, ég er með hundin hérna hjá okkur varstu svona rólegur? já, sirka ok já, ég maður ekki nákvæmlega Nei? já, góðan daginn nei, hvernig var ég?
Já, Við erum með það 2 kallar. Já, sæl Herðu, ég er hérna ég siti hérna í bíl eitthvað og ég er með hundin og konan sem svarar ha? Hundin minn? Já. Eitthvað svona, kannaðist ekkert við það ég eitthvað, já, hann datt út glugga á bíl. Já. Ha? Hvað ert að segja? Þá semst var þessi kona eigandinn með símanúmerið, hún var ekki að keyra bílinn þannig að hún segir, herðu hann hérna eitthvað segir nafnið hans, hann var á bílnum og hérna ringið í hann og ég eitthvað, ok, skrítið en ok ringi hann En var hann ekkert að spyrja hvort þau er læg með hundin? Og... Jú, hún var í smá sjokki og eitthvað okay. Herðu, ég ringi í hérna mann Já, eitthvað nafnið og hérna herðu, þú varst að keyra á hann á Vesturlandsveginum Já Býta eins Tók hann ekkert eftir því að hundurinn hefði farið út bílinn? Býta eins Ha? Býta eins Ok, þetta er bara spennandi, sorry Býtu, herðu Þú varst að keyra á Vesturlandsvegi á hann eða ekki? Jó Hérna Við erum með hundin þinn Nei Og hann eitthvað Ha? Er bara 1 hundur í bílnum? Er bara 1 hundur í bílnum? Ha? Og ég eitthvað svona ég og hann eitthvað svona, herðu, já, ég sé það vantar 1 Ha? Og við eitthvað svona, ha? Og hann eitthvað herðu, er þið eitthvað á leiðinni niður í bæ? Ha? Og við eitthvað svona, nei, reyndar ekki Nei, já, herðu, hvar eru þið? Og við eitthvað segja hann það, hann eitthvað, já, ég er nefnilega stattur hérna segir hvar hann er Já. Og við eitthvað svona, já, ok En hundurinn, hann verður að fara upp á spítala Ef ekki bara hittast upp á spítala Og hann eitthvað svona vildi það alls ekki Og við eitthvað svona, já, ok Og samaltist að hittast bara á miðri leið Þannig að við hittumst þarna bara á Geisnefi Sem er þarna eitthvað hundasvæði Já. Herru, hann kemur Og þetta verður ennþá skrýtnara Nei. Jú, herru Hann mætir Á Hyundai i10 bíl Fyrir þeir sem ekki vita, þá er Hyundai i10 bíl Þetta er minnsti bíl í heiminum Hundarnir voru í aftursætinu Aftursæti á þessum bíl er basically frammi sko. Þetta eru 2 frekar stóru hundar sem eru aftur í, þeir eru bara í andlituna þar átt að keyra bílinn og hann tók ekki eftir því að cirka, ég veit það ekki 4 kílómetra vantaði 1 hund Já. Sem tók svona 20% af bílnum Já, ef ekki meira Eina sem ég er að hugsa hvað er hinn hundurinn að hugsa? Já Þú veist bara eitthvað að þið 2 í stuði Herðu, hinn bara fer út Herðu, hvað? Já, það er skrítið Var hann ekkert að reyna að láta ökumanni vita? Örugglega sko, en ég meina alveg pottjætt Já Þegar nú á ég hund og ég veit að þeir eru mjög klárir Já. Hann hefur pottjætt reynda En í alvöru tala, þetta er ekki lægi Þetta er svak að í fyrsta lægi þú tekur ekki eftir að hundurinn hverfur út gluggan á ferð í öðru lagi að þú ert að keyra með 2 hundar lausa aftur í og í þriðja lagi með opinn glugga þannig að hundurinn getur dottið út í alvörinni, þetta er ekki lægi sko. Þetta er ekki lægi En hvernig dettur hundur, veist, heldur hann hafi verið að pæli hvort hann ætti að hoppa eða heldur hann hafi bara verið með haus undir gluggan og svo beigir bílinn eða þú veist, voru á beinum kapla Nei, það var beinn kapli sko, ég bara átta mig ekki á því hann hlýtur að hafa verið hann hlýtur bara, veistu það, ég bara get ekki ímynda með það Nei, þetta eru alveg bara klara skemmur sko, þannig að þetta, kannski var hann bara verið að flýja Þetta var aldeilis uppákoma Þetta var smá uppákoma Og hvernig endaði þetta? Fór hann á Herðu, var það lægi með hundin, það er það sem ég bara Já, það virtist nefnilega að vera alveg í lægi með hann og þessi kall neitaði að fara sko, og hitta okkur upp á spítala og fara með hundin upp á spítala En eigandi hundana, hún var gjörsamlega miður sín, svona eldri kona held ég og hún sendi sér Huldu skilabóð seinna og sagði að hún hefði farið með hundana upp á Slísó eða hundaspítala og það var bara einhver smá skráma Það er ótrúlegt og svo fekk hann bara verkjalyf og ég hugsa bara einhver innvortis meðsl og eitthvað en það er ekki svo Það er bara fáránlegt að hann hafi ekki verið möllbrotinn sko. Þetta var frekar magnað sko. Hann þarf hann að spóla sig úr 80 km hraða sjálfur niður í 0 sko. Ég meina hann rúllaði ekki mjög mikið Nei. Það er eins og hann hafi bara svona
flast út og svona stoppa sig einhvern veginn strax sko. Það er náttúrulega eða detta þá bara eru þið strax komnir eins og svipað eins og kettir sko. En já, hvað lendir þú í einhverju skemmtilegu það? Sístu ég var að keyra á Vesturlandsveginum og ég var með 2 hunda aftur í. Svo ringir einhver bara og segir mér að hann var með dólaskap. Já. Hann teki eftir því að ég bara með einn hund. Pældu svolítið í því gæinn, hvernig talar hann eitthvað þetta? Gæinn sem ég hringdi í? Já. Allir hann sé svona? Já. Hvernig allir hann sé? Það er æsingur í þessum kalli sem ég hringdi. Djús æsingur þetta maður. Þetta getur ekki bara gerst. Já, það er ekkert að hundin. Heitt úti, maður þarf að hafa opið. Þú veist, hann hefur oft gert þetta. Herðu, ég ætti nú ekki að segja frá því, en hérna, og nú er ég að túlka eins meira, sko. Já. En ég mæti og gaurinn hann eitthvað svona, mér fannst hann bara vera að leika, þetta er svakalegt maður, eitthvað rosalegt, eitthvað. Og ég eitthvað svona, ég kaupi ekki alveg og sért eitthvað svona, þú veist, hissa yfir þessu, sko. Eða eitthvað svona í sjokki. Og hérna, og ég eitthvað svona ítrekka við hann, ég myndi bara bruna með hann upp á spítala og láta tjekka og taka myndir og eitthvað svona, og hann eitthvað svona, eitthvað svona bladrandi eitthvað og segir sko, já þessi dýr og svo hætti hann að tala. Þannig að það er eins og hann hafa alltaf að segja, já þessi dýr þau þóla svo mikið. Þannig að hann alltaf svona gera lítið úr þessu rauninni. Þau þóla svo mikið. Það sá að sér. Já, snar hætti, en horfði bara á mig, skilur. Þannig að hann greinlega bara var að lesa í aðstæður. Ok. Ég veit það ekki. En allavega, hundurinn er í lagi og það er það sem við vitum og hérna, þetta er stórfurðulegt, sko. Ég hulda hann allir í sjokki bara í marga vikur eftir á. Já. Já, marga vikur, 2 vikur. 2 vikur síðan. Já. Herðu, já. Sko, ég var með þess að með meira fyrir þig. Meira? Ég er með meira. Ég ætla ekki að gefa þér þetta. Hvað er þetta? Ég ætla að fá mér. Hérna... Vegan súkkulaði? Já, viltu smaka? Ertu búin að smaka þetta? Nei, ég veit ekki. Herru, ég uppgötaði. Ég uppgötaði daginn. Þetta getur ekki verið gott. Nei, marsipan. Nei. Hæ? Ég bór ekki marsipan. Ertu að djóka? Nei. Akkurru? Bara, minnst það vonda bröðið. Ég uppgötaði hérna eitthvað svona vegan tán eða eitthvað. Já. Er það þetta hérna online nammi? Já. Og það er bara þetta panta bara, þú veist, bara úrval sem að ég hef ekki fengið í mörg ár. Hvað pantaður mörg kíló? 5. 5 kíló að nammi? Já. En svona cirka 1 af þeim var ekki gott, sko. En ég veit ekki alveg hvað að gera með það. Nei, ég varst að prófa. Já. Ég sko, nú lendum við oft í því sem íslenski neytendur að okkar sælgætisframleiðendur setja eitthvað nýtt á markaðin. Eitthvað svona, hefurðu prófað þetta með pipardusti? En þetta? En þetta? Ég kaupi alltaf. Já. Bara hvert einasta nýja dót kaupi ég. Og það er alltaf vont. Og ég borða alltaf 2 móla. Já. Og svo situr þetta upp í hillu. Og maður er eitthvað svona, hvað? Ég er líka svona í snakki. Já. Alltaf ekki með nýtt snakk. Já. Stundum veit ég alveg að það er vont. Þú verður bara að smaka. Kaupið það samt. Já. Þú ert náttúrulega í þessari, milliefri stétt, sko. Þú getur þetta. Já, ég er markhópurinn, sko. Þú ert algjör targethópur, sko, og þetta er það sem fólk vil, sko. Ég fyrir líka svolítið óskipulegur út í búð. Nei, ég lappa bara svona og kaupi bara svona það sem ég líst vel á. Bítu. Hérna, ok. Þú ert að reka heimili. Og þú áttur að því, herru, það vantar hérna, eða, ok, hvernig rekið þið heimilið ykkar? Það er að segja svona matarlega sér. Sko, Íris, kona mín, hún eldar eiginlega alltaf. Ok. Og þar leiðandi sér hún líka eiginlega alltaf innkaupin. Já, hún kaupir inn? Eiginlega alltaf. Ég gera stundum. Og þegar ég fer. Þannig að þú típan sem segir hérna, Íris, hérna, vantar eitthvað eða? Já. Herru, eigum við þetta? Ég fer sko
það er aldrei skipulagt ef ég er að fara í búð sko. Það er bara, í anskotin, það vantar hérna þetta eitthvað fyrir þig, eitthvað sem að þú borðar eða fílar segjum kannski bara, það er ekki til neitt snakk Haukur, þú ert rosalegu kall þá ætla ég að fara út í búð þá sendi ég á Eirsi, heyrðu, ég ætla að fara hérna í búð er eitthvað svona mikilvægt sem vantar og þá sendir hún, heyrðu, það vantar tómata það vantar gúrku það væri gott að taka eina mjólk og hérna blá blá og hún er svona ég myndi segja hún er svona 90% með allt á hreinu og svo er ég með svona það sem vantar upp á sko og svo bara át af því að þú ætlaðir að fá þig gúrku og þú sér að það er ekki til gúrka og þá fattur það að vantar gúrku er þetta svona cirka þannig? Já en svo með svona þannig að það er Íris sem er að rekka þetta heimili þessi 10% sem ég var að tala um sko það er svona það er hluti sem hún kannski átt að segja ekki á að það er eiginlega yfirleitt þá ekki tengt mat sko. það er tengt ykkur öðru ég eitthvað svona að fatta, herðu, það er sennilega bara nokkri dagar eftir af þessu tannkremi þannig að það væri gott að vera búin að kaupa nýtt áður að klárast og ég er ykkur svona af því að það var náttúrulega mjög óþægilegt fyrir þig já, það var ekki þetta tannkremi já, bara öll, skilur við já, en þú veist líka mig já. En það sem ég ætla að bæta inn er sko að svo fer ég í búðina og ég byrja náttúrulega að ná mér í snakk og skoða hvort það sé eitthvað nýtt og svo kaup mér eitthvað nýtt eitthvað nýja nammipoka eitthvað lakrís húða með pipar og pipar inni og ég bara, oi, það er ógeðslegt prófa það svo fer ég og tekka á Messenger hvað hún sendir mér með gúrkuna og það og svo fer ég bara svona að vafra búðina bara svona sjá hvort það sjá eitthvað svona sem ég langar í Ertu að gera þetta þegar barnið ykkar í leikskóla? Já, þú ert að gera þetta þá Ég gera þetta daginn Já, ok Því ég vinn hérna sjálfstætt get leyft mér að fara í eitthvað svona ef mér langar í snakk Þetta er ekki búið að verð Nei, kannski ég er aðeins að fara þetta í stílinn en þetta er svona sirka svona, já Mér er nú skapið næst að ringja bara í sig núna sko, og hérna bera þetta undir þetta en með grunna nú að þarna sé eitthvað blettur Já, þetta er alveg Hefur þetta verið ágreiningsefni hjá okkur? Nei En nú ritstýrðir þú sko. þriðjuvaktinni Íris las hana yfir og prófarkalas Það hlýtur eitthvað samtal að hafa átt í stað heima þetta? Já Sérst búðar Nei, bara það hlýtur að hafa eitthvað svona þriðjuvaktina? Já, eða aðra vaktina, eða bara efnið Já, við erum alltaf að tala um eitthvað þannig en þetta er bara, þú veist þetta er bara eitt af því sem að hún er svolítið með og svo eru bara aðri hlutir sem að ég er svolítið með og við tölum alveg um það, skilur við henni, þú veist, ok, það hljómar hérna ömulega þegar maður er ykkur tveir kallar í útvarpi að segja þetta, en þú veist, hún vill frekar fara í búðina við getum síðan deilt hvort það sé af því að ég sé ömulegur í því eða af því að hún vill hafa eitthvað kontról Já, herðu, hérna ég er að pæli að bara fara í eitthvað að skera mig úr snúrunni Já, ég ætla bara að fara í eitthvað Það er eiginlega ekki annað hægt en að dansa við þetta stef Nei, þetta er rosalegt stef og þetta ætti náttúrulega ekki að heita eitthvað þetta ætti eiginlega bara að heita vísindahornið menna nýjasta tækn á vísindi Það er komið að vísindahorninu okay. Það er samt meira svona eins og hérna eitthvað annað ég man ekki eins og vísindahornið Nei, ég ætla að segja eitthvað svona Ævar vísindamaður dæmi, eitthvað svona eins og krakkaþáttur en ég merki alltaf þegar ég er að upplóta inn á YouTube sko, sem bæði við 3 horfa á Cirka að hérna þá hakaði alltaf við sko ég spurður sko, er þetta fyrir börn? Já eða nei ég sé alltaf nei, þetta er ekki fyrir börn Þetta er bannabörn Já, herðu, ég sko er sannlega með eitthvað fyrir því í dag okay. Já, ég lagðist í bara vinnu ég get sagt þið það Er það því að ég skammaði svo mikið fyrir Draga og Linda á þáttinn? Það kann að vera okay. Það kann að vera að hérna, það hafi spilað hann inn í að ég hafi áttum á því að heyrðu, þessi gæi er ekkert að grínast hann vill gefa fólki
alvöru facts, alvöru stöf og alvöru undirbúning. Hvað ertu með? Sko, en þú veist, mér bara alveg saman hvað það finnst þetta, en þetta ylvolg, glæný rannsókn. Já. Og þetta sko, við erum að tala Nei. Hérna. Svona fyrir þá sem eru ekki að horfa, þá var Þorsteinn Einarsson enda við að henda namminu óvart öllu yfir sig. Herðu, sérðu hvað ég með? Og komið blöð. Ég með bunka af blöðum. Þetta glæný rýnd rannsókn. Þið sjáu hér. Ég vona að ég er búin að undirbúa sig fyrir 7 klukkutíma þátt. Herðu, ég er ekki bara búin að lesa þetta, ekki bara einu sinni, 2 svar. Og ég er búin að glósa inn í þetta. Nei. Og ég hugsaði ekki árkvöldi, fuck, ég er eiginlega of undirbúinn og þetta verður eiginlega of langt og ítalegt. Ég lendi því. Þannig að við sko ætla að gera. Við ætlum bara að henda þessu blaði. Já. Og bara segja þér hvað ég var að lesa. Ertu tilbúinn að? Ég er náttúrulega með punktana henni í símanum sko. Er þessi blöð bara eitthvað annað? Nei. Þetta er í alveg það? Já. Ok. Herru, þetta er grein. Þetta er eftir sko fyrrandi kennara minn, hérna Sunnu Sím og þetta múið var svo gott hendur þessu bara í burt. Og Ingólfur Ásgeir, sem sagt Sunna doktor í félagsfræði og ég held verðandi lektor, allavega. Ok. Hún komið með fasta stöðu loksins. Félagsfræði? Já, félagsfræði. Háskóla Íslands? Já, og Ingólfur Ásgeir, hann var lengi prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands og svona mikill orðræðu séní og kallmennsku maður. Já. En hann komin eftirlaun. En þau sérst voru að fá þess að grein birta bara núna, þú veist, í síðasta mánuði. Ok. Júní 2025 og þetta sérst grein heimgreiðslur. Það að segja ok, þau voru að orðræðu greina umræðu í fjölmiðlum heimgreiðslur til þess að leysa leikskólavandan, mönnunarvandan í leikskólum. Sem sagt borga fólki fyrir að vera heima með börnin sín. Akkurat. Okay. Og þau voru að skoða bara orðræðina, voru að orðræðu greina fjölmiðluna þessar heimgreiðslur í íslenskum fjölmiðlum og hvaða áhrif þessi orðræða hefur á konur, fjölskyldulíf og jafnrétti. Ok, þetta er mjög áhugavert. Greinin á ensku og heitir, ég ætla ekki að lesa allan titilinn, en Now we just have to take a step back. Og þetta svona að vísa til þess hvað að fara, hver umfyllurinn En sérst þetta voru 99 greinar heimgreiðslur á einhverju 3 ára tímabili frá 2020 til 2023 og þetta greint, svona orðræðu greint og það eru 4 meginniðurstöður sem að þau draga fram orðræðuna og ég ætlaði að vera hérna með surprise og fá Sunnu hérna inn í stúdíu undir þessum lið. Nei. Hún bara ellendis. Það hefur verið geðveikt. Já. Og hún myndi bara droppa hérna inn. Það er svolítið skemmtilegt. Já. En allavega, hún var einu svona Twitter, hún ógeðslega fyndin týpa. Ok. Ógeðslega fyndin manneskja. En eftir hún var svona eitthvað virðulegur háskóla starfsmaður akademikir þá hætti hún aðeins að vera svona fyndin. Og hætti hún að vera fyndin? Já, líka Twitter var bara viðbjóður þannig að hún bakka út. Já. Eins og flest. Kannski meira það. En það var mjög gaman að vera í tímum hjá henni. Já. Og svo var hún búin að vera með eitthvað svona algjört rugl á Twitter. Já. Það er svo manneskjulegt. Það vera eitthvað að læra einhverja svona ritrinda greinar og einhverju alvarlegu dæmi og vitandi að kennarinn í alvörinu manneskja með húmor. Já. Það er svolítið skemmtilegt. Herru, allavega 4 niðurstöður orðræðina og það er náttúrulega að heimgreiðslur sé lausn. Að heimgreiðsla til foreldra að því að barnið kemst ekki inn á leikskóla að þá var þetta kynnt svona sem og umræðan var að þetta væri lausn og þau þá í rauninni rýna í það að þetta er í rauninni að létta pressunni á kerfið. Þú veist, ábyrðinni sem að í rauninni hið opinbera ætti að bera, þú veist, bara sveitafélögin ætti í raun og veru að sjá til þess að eftir fæðingarorlofi þá fái börn leikskólapláss sem það vilja. Það ætti bara að vera þannig, alveg eins og grunnskólar þau taka við öllum börnum en þannig er það ekki í leikskólanum. Þannig að þarna var heimgreiðslu kynnt sem svona svolítið sexy lausn.
nú bara mani ég þetta ekki en hvaðan kemur þetta uppalega? Er ykkur ákveðni flokkar sem töluðu fyrir þessu eða? Þetta nátt, sko ég skal bara koma að því eftir. Ok. Já, því að þetta svona, hangir allt saman. Allavega, og þetta var svona kynnt sem neyðarástöðun til þess að létta á leikskólanum, en á sama tíma var algjör þögnum áhrif á foreldra og efnahagslegar afleiðingar þess að fá ekki leikskólapláss í rauninni. Önnur meginniðurstaða var þetta, þar að segja að barnið væri heima með foreldrum sínum, væri best fyrir barnið. Og þar var byggt á sko, svona tengslakenningum og eins og þau greina einhliða túlkunum á þeim sem hinum eina og sanna vísindalega einhvern veginn svona sannleika. Okay. Og þetta segja þau og þau náttúrulega nota ákveðin kenningagrunna til að greina þetta út frá og setja í samhengi við kenningar og Sunna mikið búin að tala sko, ákafa mæðrun eða svona, intensive mothering og hennar doktorsverkin fjallaði það þannig að sem í örstuttu máli í rauninni bara hvernig samfélagið getur við sagt og svona almenna kröfur krefjast þess af konum að einhvern veginn gefa sig allar í móðurhlutverkið líf þeirra á að hverfast það að vera mamma. Já, okay. Og það skiptir engu máli, þú veist, þeirra frami, þeirra líðan, það bara, þú veist, þú ert móðir fyrst og fremst og það þinn tilgangur. Já, einmitt. Okay. Og þú veist, margt efni til dæmis á spítölunum bara svona óvart að þrýsta konum inn í það að það einu bara að njóta og tala til þeirra meira en algjörlega. Og þetta, þarf að segja að þetta sé bestur í barni, eigur enn frekar kröfur á mæður. Ok. Og yfir eða svona, komur að segja, ígir þetta svona mannviskubitt eða samviskubitt sem að mæður eru nú þegar að upplifa og pressuna náttúrulega bara á mæður að vera fullkomnar og hérna og standa sig og axla ábyrgð og eitthvað bla. Og horfa í augun á barninu. Akkurat. Gefa þið brjóst. Já, takk fyrir það Þórgrímur. Herru, þá það þriðja og það þetta með valfrelsið. Sú orðrað var mjög plássfrek, frekar plássfrek. Og þessi áhersla á að einstaklingurinn fái bara ráða að bara, má ekki bara fólk fá að velja eitthvað hvað hentar því best en á sama tíma var algjör þögn, engin umræða í rauninni hverjir það eru sem hafa valið og hverjir hafa bara alls ekki val og þetta svona gert í orðrækringu, þú veist hvað sagt og hvað ekki sagt og það jafnvel mikilvægt sko, það sem ekki yrt og ekki sagt og svo það fjórða þemað og það var svolítið erfitt að þýða það fannst mér ég svona reyndi sjónkverfing kynhlutleysis the illusion of gender neutrality hvernig myndir þú þýða það? Bara þyrfti smá tími í það sko allavega, the illusion of gender neutrality þú veist þessi orðara og þau greina það að umræðan hún var alltaf svona gender neutral foreldrar, var alltaf að tala foreldra á meðan rannsóknir á Norðurlöndum þar sem að heimgreiðslur hafa tíðkast þá eru það næstíu 100% mæður sem að nota þessar heimgreiðslur þannig að þetta basically ótrúlega tilvíðun þannig að þetta basically mæður það verið að tala heimgreiðslur til mæðra og það eru mæður þá sem er að fara að velja innan gæsalappa af því að einstaklingsfrelsi svo mikilvægt það eru mæðurnar þær velja að vera heima til þess að koma til móts við að yfirvöld séu ekki að bjóða upp á það sem að velferðarsamfélag ættu að bjóða upp á. Akkurat. Okay. Þannig að og algjör þögnum í rauninni þessa ábyrgð sem settir á konur og afleiðingar þess fyrir konur almennt. Hins vegar sko af því að þau náttúrulega teikna upp á fleiri rannsóknir þá hafa aðra rannsóknir sýnt að hvaða hópur það sem líklegastur til þess að þiggja heimgreiðslur eða fá heimgreiðslur og það var það konur, nummer 1 það eru konur með lágt menntunarstig, lágar tekjur og af erlendum uppruna þannig að bara heimgreiðslur þetta alltaf þetta saman minnstur heimgreiðslur svona jaðarsetningartæki til þess að halda konum niðri og þá má alveg velta fyrir sér hversu mikið val það þú hefur ekkert val en höfundur sem benda á að orðræða fjölmiðla og stjórnmálamanna réttlætir að ábyrgðin á börnum sé flutt af kerfinu yfir á mæður
undir þessum formerkjum var frelsis og það sem að sé best fyrir barnið og þau eru þá teikna upp og þau náttúrulega fara í alls konar króka og kimi og ég vona að ég sé að svona gera þessu einhver skil hérna ef að Sunna að fara að hlusta Ingólfur en hérna þau eru benda á hvernig orðran þetta lituð af svona postfeminískum áherslum eða sjónarmiðum og postfeminísk sjónarmið einkennast af því að jafnrétti hafi í rauninni verið náð það þessi ofurtrú á einstaklingsfrelsið eða einstaklingin og hans svona agency eða atbeina gerendamátt eða eitthvað, gerendahæfni í samfélaginu og allir þessi svona samfélagsstrúktúr og hvatar og kröfur eru í rauninni hunsaðir og kerfisbundið misrétti. Við erum bara komin handan þess undir svona postfeminísku sjónarmiðum og nú bara þurfum við bara öll að vera dugleg og bara grípa tækifærin, þetta er svona postfeminísk orðræða að hvernig orðræðan heimgreiðslur var lituð af þessari postfeminísku sjónarmiðum hún heimgreiðslur styrkja í rauninni og festa í sessi kynbundi misrétti styrkir þetta kynbundna valdakerfi sem að gengur almennt undir nafninu feðraveldi með tilherrandi kynjari verkaskiptingu og öllum þessum staðalmyndum og mæðrunin. Kynbundið valdakerfi er svolítið gott hugtak. Takk. Og ég var að reyna að finna eitthvað annað heldur feðraveldi hana. Það er svolítið gott. Og veikir að sjálfsögðu stöðu kvenna á vinnumarka og þar með fjárhagslegt sjálfstæði þeirra. Þannig ég pínu að túlka líka það stendur ekki beint fjárhagslegt sjálfstæði kvenna en það kannski segir sér sjálft. Segir sér, já. En allt þetta í nafni jafnréttis valfrelsis og því sem best fyrir barnið að mæðurnar séu bara fokkin heima og haldi kjafti sko allavega þessar útlenska fátæku ómentuðu mæður þetta, mér fannst það áhugavert sko já, þetta er mjög áhugavert já, herðu þetta var ekki nema, hvað var þetta? Það var korter, 12-13 mínútur var þetta ekki bara vel þessu vikið? Jú, ég held að ætla að lesa fyrir okkur 11 blaðsíður. Nei, ég get svo sem hérta en ég var svona að reyna að kjarna þetta. Það verður í special edition þættinum. Já, sem að kostar. Já. Það verður 7 tímar. Já, en sko bara almennt af því að alltaf þegar ég er að lesa eitthvað svona þá byrja ég alltaf, já þetta er alveg eins og, þú veist, þá fer ég alltaf að tengja. Já. Og ég fer að tengja við svona einmitt, eitthvað, þetta er alveg eins og bara allir ofbeldismenninir sem eru komnir aftur þú veist hvernig þeir eru misnunda sko áhrif á valdastöðuna sína til þess að hafa áhrif á umfjöllum fjölmiðla og orðræðu þeirra almennt í samfélaginu þannig að þeir geti komið aftur og fengi bara samstagsæðala á svona okkar kollegar sko já, sem voru kanselaðir í korter já, og eru núna bara fórnarlömbin sko já, og jafnvel að græða á því sko já en það er svo sem ekki tími í dag til þess að það er önnurumræða kveina sér undan því sko en já, sko ég allavega að því að nú veit ég að fólki í kringum mig hefur alveg verið svona hvað ég að segja þótt alveg smá sjarmerandi að geta fengið heimgreiðslur og ég meina ég hef nú tvis að verið í þessari stöðu að koma barni ekki inn á leikskóla og vera búið með fæðingarorlof og bara hvað er að gera þar sem að við hefum bara allan daginn tekið við heimgreiðslum og bara fagnað þeim í staðin fyrir ekki neitt þú veist, en það er ekki það sem við erum að velja við myndum aldrei velja það þannig að, þú veist þetta er náttúrulega sett fram sem í rauninni hvað segja já, þú ert með þessa afarkosti sko að þú veist, viltu það eða ekki eða viltu borga, þú veist, 100 skall í dagmömmu og þú veist, díla við það þegar að barnið þitt kemst ekki þangað vegna veikinda eða veikinda dagmömmu eða whatever eða dagforeldris, það er vist einn sem er ekki móðir og ótrúlega tilraun en ég man ekkert hvað ég ætla að segja haltu bara, við erum flottir já, þú ert flottur við erum bara tök allar að tala mér finnst mjög gaman þegar þú dettur út I love it sko, það er geðveikt það ég dett alltaf út já, nei, þú veist, þetta er bara, þú veist, hvernig orðræðan einhvern veginn þessi alltaf beint á sama staðinn og inn í end þú veist, við erum alltaf að þykjast vera að byggja undir jafnrétti og valfrelsi en hunsum í rauninni inn í hvað erum við að tala
við hunsum svo oft samhengið. Við búum ekki í lofthæmi, við búum ekki í einhverju svona sögulausu samfélagi þar sem að hlutirnir eru bara á núllpunkti. Þeir eru alltaf ykkur staðar. Og það, við tölum forréttindi þar, skilurðu, þegar það til dæmis kyn skiptir máli að að þegar ákveðnir stjórnmálamenn til dæmis eru að tala með einhverjum tilteknum hætti, þá í lofthæmi hægt að vera sammálaðum. En í samhengi við íslensk samfélag og kannski heiminn í heild sinni, þá þessi orðræða að næra myrsetti, litu kvenfyrirlitningu og útlendingandúð eða eitthvað skilur. Þannig að, ok, eitt að lokum bara svona út frá þessu eitthvað, svo skal ég hætta, að það að ég fór til læknis með eitthvað barn daginn. Þú hulda með þér eða? Nei. Ég fór einn. Ég svo duglegur. Allavega og myndir allt sem þetta að segja? Ég reyna að muna hvað ég að segja núna. Allavega þarna bara eitthvað, læknirinn bara fín kona eitthvað, svona aðeins eldri en ég og svona, ég elska að fara til læknis sem að hefur svona reynslu utan heimi. Hún var búin að vera að mennta sig þarna og vera að vinna þarna og eitthvað svona. Og við erum eitthvað að tala svona, já, eitthvað, hún eitthvað, ég man ekki, já, við erum að tala veikind þetta og ég eitthvað svona, þetta eðlilegt, hún er búin að vera veikind þetta oft og eitthvað svona, hún eitthvað, já, eitthvað skoður allir einkenni, hún með lungnabólgu, hún með blóðsýkingar og eitthvað, nei, þetta er bara pestar og hún bara fær hitta þetta og eitthvað svona, hún eitthvað, já, það er bara eðlilegt. Og svo fyrir hún að tala einhver önnur lönd og eitthvað svona, já, og ber þetta saman rannsókn þar og svo segir hún sko, en alltaf kerfið til dæmis, ég heldur hún að það Svíþjóð eitthvað. Þar eru foreldrar bara í allt annar stöðöldur en hér. Við fáum, ég man ekki hvað 10 veiknadag á ári fyrir börn, en í Svíþjóð, allan hún nefndi það, þá er bara staðan allt önnur. Og þetta myndi mig á að því að við erum svo upptekin að hverjum góð jafnrétti og við viljum hafa barnvænlegt samfélag og eitthvað svona, að strúktúrinn okkar, uppbyggingin á okkar samfélagi, hún er fjandsamleg. Það er viðbjóður að búa til börn á Íslandi. Þannig að sumir stjórnmálamenn sem eitthvað að hvetja okkur til að búa til börn, þeir þurfa þá að laga kerfin. Og ég vona það að fólk í ábyrgðarstöðum, hvort sem það er í borg eða í ríki, sem er alltaf að benda á hvert annað, að þau sjá mismunandi hluti, að það verður að gera ungu fólki, ef að það skiptir máli að fjölga okkur, þá verðum við að gera með þeim hætti að það færi okkur ekki aftur á bak, hvað varðar öllu réttindi, mannréttindi og jafnrétti sem við náð og erum alltaf að reykja okkur af. Við verðum að taka þetta föstum tökum. En það er eins og stjórnmálafólk einhvern veginn að því að, ég veit ekki, þau sem eru í veikustu stöðunni hafa ekki jafn mikla rödd, skilurðu, og mörg önnur, að þá bara er svo auðvelt að hunsa það, þú veist. Það er svo auðvelt að hunsa þetta og svo náttúrulega höfu orðræðan að það er nú bestur í barni bara að vera heima. Þannig að hægrið, ég enda þetta er hægri orðræða. Þú veist, þannig að hægrið er bara einhvern veginn algjörlega búið að smjúga sér inn í allt og er að bara, við erum að molna svona stoðirnar okkar, jafnrétt stoðirnar og strúktúrun okkar, þetta er bara að molna. Ég veit ekki hvað við þolum að láta mylja allt molna niður, í langan tíma áður en að við förum í alvörun að sjá afleiðingar, bara mjög miklar afleiðingar. Ég er dálítið reiðari í dag en ég hef verið. En má bjóða þér stundum er maður bara pínur reiður. Þurfum við ekki aðeins að kæla okkur, minn kæri Haukur? Jú. Er ekki komið tími til þess að tengja? Að bara að já, ef ekki bara, herðu, gerum eitt. Kíkjum bara aðeins byrjum að sjá, helvítis, þetta er ekki gott. Hann er bilaður. Bilaður? Hver er bilaður? Eitthvað er nú það er eitthvað vesen. Eitthvað er nú tækninastur í okkur. Herru, segðu okkur eitthvað skemmtilegt. Já, segðu okkur eitthvað skemmtilegt. Það með ég er að finna hérna eitthvað í tölvunni minni. Já. Pirrandi, maður.
Þetta þið eru að hlusta á vandræðalega þögn í búði tvekja kalla. Sko, ef að þú eru núna í tölvunni, já, þá myndi ég bara fara að blaðra eitthvað ykkur. Þú verður að geta, hvað myndir að gera í útvarp í beinni útsendingu núna? Tæknilega stríð okkur. Þetta þannig að því að við höfum aldrei klift þátt. Já, nema reyndar að því þurftum að gera það þegar að kom inn að kall og rest ótt inn. Já. Varstu að skeita því saman. En að öðru leyti, þá þetta bara live. Þetta bara live. En þannig að það finnst mér sem hlustanda, það finnst mér stundum pirrandi. Akkurat í ykkur svona þegar það er eitthvað tæknivesen og maður bara eitthvað, af hverju varst ekki búin að laga þetta áður en ég fór að hlusta á þetta. En núna maður svona bara hræsnari, maður bara nú bara komin að hinna endan. En þú veist, það sem að mér finnst pirrandi að því nú tölvan tengt, þú veist, það allt eins og það á að vera. Svona nú tæknin. En þú veist, en samt virkar þetta ekki. Nei. Og það það sem að mér finnst ósanngjarnt núna. Þá þarf bara að rístarta og eitthvað. Já, ég bara hef ekki tíma í það, Haukur. Ég hef ekki minni þolinmæði fyrir neinu í heiminum en tölvuvesinni. Það bara, ég verð instant sturlaður ef það ekki eitthvað sem virkar ekki eins og ávirka. Ég var það. Já. Ég það ekki lengur, sko. Það því að bryðja einhverju lyf? Já. Þau hjálpa rosalega. Ég fengi svoleiðis eða? Herðu, ég á nóg. Ok, dílum við það á eftir. Já, bara ég deili þessu. Ég get látið hafa vegan marsipan í staðinn. Sem að ég kefti sjálfur. Nei, ég get panta fyrir þig. Herðu, já, takk fyrir það. Við gefumst upp á þessu, hljóði. Nei, mér finnst þetta svo leiðilegt, sko. En ég ætla að bjóða þér í smá getur það ekki verið brasið bara? Við erum eitthvað brasið að ég kom með tölvuna mína og þú þarf að laga það og þú veist eitthvað að finna út úr þessu og meðan þá tökum við trúnu og ég bara sko, segðu mér bara eitthvað. Já, herðu, sko ég ætlaði að segja þér annað trúnu en svo kveikti ég bara á einu með þú varst að tala ég ætla bara að fara í það í staðinn að þið verum í flæði. Ég meina það enginn sem vissi hvað þú ætlar að segja þannig að þú hefur ekki eins og þetta að segja þetta. Nei, ég að segja alltaf þess að monta með því hvað ég er mikið í flæði og hvað að sko, þegar þú fórst að tala með það fórst til læknis og myndi ég eftir einu sem að svona, hvað ég segja gæti verið vandamál í mínu lífi. Nú? Ég veit það ekki. Á tímabili þá var ég rosalega duglegur að fara til læknis ef það var eitthvað að og stundum var ég bara kannski að fullvissa mig að eitthvað væri í lagi og ég held að innan marka sé það allt í lagi. Þetta var fyrir svona atburðurinn sem ég ætla að segja frá hann var fyrir svona hvað ég segja 15 árum eitthvað slöðis heyrðu það bara að stoppa bílinn datt þetta allt í henni í gang stoppa bílinn og núna þetta komið kíkja út og engi sprauturnar loka hurðinni loka þú hurðinni þinni líka? Já, ég loka reynda dyrunum en já, takk heyrðu, við erum bara mættir út núna loksins maður 15 ár síðan Já og þetta er eitthvað svolítið huguleg hljóð ég fyrir til læknis og þá hafði það komið fyrir nokkur sinnum þegar ég var í kennslu og eitthvað svona að mér fór að svima rosa mikið og stundum svona var það bara að ég veit það ekki var svona pínu óþægilegt það hefur einu sinn liðið yfir mig þá var ég í líffræðitíma og í framhaldsskóla og þá var verið að sýna eitthvað svona rosa grafíst bara inn í hjarta og eitthvað svoleiðis og það fór svona eitthvað ég var ekkert búin að borða það morgunin að spila inn í og ég var eitthvað svona þetta er eitthvað, það er svona pínu óþægilega líður eitthvað pínu óþægilega og það leiði yfir mig Shit. Ég var sitjandi og svo rankaði bara við mér á öxlinni á Ásgeiri
Reykfjörð sem núna einn af okkar helstu forstjórum Já en við vorum saman í framhaldsskóla og hann bara, ég ætlaði með þig og bara, við datt bara eitthvað út sko. Og svo kemst ég að þessu hvað þetta var miklu seinna og út af það kemur ljós í þessu sögu sko. Og ég svona hafði verið að ég var að kenna hann líffræði og stundum svona komið eitthvað svona nei, ég er að rugla saman tveimur sögum af því ég var ekki undirbúið þetta. Já, höldum áfram. Og ég fyrir eitthvað að spyrja út í þetta bara. Það er saga í ættinni svona hjartavesen. Þannig að ég fór í tjekk varandi það og ég nefndi þetta í því tjekki. Og hann sem sagt læknirinn hann sagði að hann heldi að þetta væri að sumir eru bara þannig að þegar þeir sjá eitthvað svona sem svona, hvað ég segja, þeim finnst óþægilegt þá ykkur hormón sem að losna og þau víkka æðarnar örlítið og þegar æðarnar víkka örlítið þá runni fellur blóðið og þá vantar blóðið heilan og laust það getur útskipt sviman til að vera með og laust líkamans við að ná blóðið í heilan er að gera þig láréttan að líða yfir þig og kemur blóðið í heilan en sko þannig að það var líklega það einhver svona viðkvæmni fyrir hvað ég segja, opnum með mannslíkumum og að stara inn í og pæla mjög mikið í einhver svoleiðis myndböndum og myndum og mér finnst það óþægilegt það sem ég ætlaði að segja er tengt þessu sko þá var þetta ekki komið í ljós og ég var farin að fá svona eitthvað svona svimaköst sem voru ótengt þessu ég vissi alveg, þú veist, ég er náttúrulega bara hávaxinn og ég er grannur og það, þú veist, það fylgir stundum sérstaklega í uppvexti hjá táningum þá fylgir þetta stundum svona svimaköst ég fyrir þarna og ég til læknis og var svona eitthvað að velta fyrir mér hvað þetta getur verið af því að núna veit ég ýmislegt líffræði sko. Og stundum get ég alveg áttum á hvað er í gangi og þarna gæti ég eiginlega ekki og langaði svona þess að ráðfæra mig við sérfræðing og ég fæ heimilislæknir minn á þeim tíma var í fríi þannig að ég tala við einhvern annan sem ég hafði ekki talað við áður og hún sko gerði rosa lítið úr þessu og mér fannst þetta mjög óþægilegt samtal af því að ég fekk það mjög sterklega á tilfinninguna það var svona sagt en ekki sagt að hún heldi að þetta væri bara einhver svona heilsukvíði hjá mér það væri bara eitthvað svona þú veist, hættu bara að pæla í þessu og fara bara hendi ég tók þetta svo inn á mig ég hef eiginlega ekkert farið til læknis síðan Nei, Já bara ekki nema ég bara gjörsanlega þurfi þess og þá yfirleitt bara ef ég er rekinn af konunum minni En sko nú veit ég smá meira í þessari sögu eða þú veist þig sem ég held þú ætlar að segja sem ég veit ekki hvað það tala um núna Það er með það sem við hefum sameiginlegt blóðþrýstingur Er þetta ekki tengt í það? Sko, já, við erum báðið með óháðan blóðþrýsting það er því við erum svo reiði feministar en traumatiseraði menn en já, það er enda líka ætt að segja hjá mér ég fór að lesa mig til og þú veist þetta þessi svona púlsandi svimi eitthvað svona óþægindi í höfði geta verið tengt háþrýstingi þannig að mögulega var þetta í rauninni háþrýstingsvandamálið að byrja en það var ekki að tjekka á því svo fer ég aftur sko af því að þá er þetta orðið bara mjög það eru svona 5 árum setna þá er þetta eiginlega bara orðið mikið vandamál sko og þá kemur ég ljósa ég er með allt of háan blóðþrýsting bara hættulega háan og ég er búin að vera að taka lyf í 10 ár sko og þessu komst ég bara einhvern veginn óvart daginn mjög áhugavert sko af því að ég er svona mörkunum að þurfa lyf ég er alls ekki mörkunum sko Nei, þú tátt yfir ég sá það líka alveg brjálæður sko en einmitt þetta sko að svona, einhvern veginn svona
kemur upp við þessa höfnun eða svona hún talar svona niður til mín og talaði þess að ég vissi ekki neitt og ég ekkert svona ok, ég er ekki að fara að fá neitt úr þessu samtali og bara allt í góðu seinna tengt þessum, þú veist, þetta er svona 5 árum seinna tengt þessu blóðþrýstingsdæmi þá fer ég í þetta hjartatek sem ég var að tala þá kemst ég að öllu þessu sem ég var útskýra áðan hann segir, þú veist, augljóst bara bullandi háþrýstingur, þú veist, það getur náttúrulega haft slæm áhrif á hjarta og æðakerfið það er svona, that's the problem hann kennir mér svona, þú veist, ef þú færið þessi köst þú veist, þá að ég gerur svona, hann var að sína mér sko frábægæði, heitir Hróðmar síndu mér, síndu okkur og svona, og öllum minna þremur sem erum að horfa svolítið erfitt að tala í þetta á mig ég skal bara vera hérna að halla ég mig svona niður og ég fer svona á hækjur mér einhvern veginn svona og ég er svona, af því að þá sem sagt hjálpa ég að koma blóðinu aftur á sinn stað sko og svo get ég byggt mig svona meira niður svona, eitthvað svona af því að þú veist, af því að það er mjög óheppilegt sérstaklega þegar ég var að kenna það hefði verið mjög óheppilegt að ég hefði liðið yfir mig í miðri kennslustund hann gæti ekki 100% staðfest hvort þetta væri þessi viðkvæmni sem að víkkar æðar með svona hormónum sem maður leysir út í blóðið eða hvað sko en hann sagði að það gæti líka verið tengt þessum vandamálum sem ég er með í hjartanu sko ég er með það sem kalla skert rafleiðni RBBB og auka hljóð þannig að flestir eru með svona dum-dum ég er með dum-dum-dum Nei Jú. Og ertu með eitthvað út af því? Nei, þú bara kannski bara drefst ég bara hérna allt í einu þá veistu bara á því að það er bara alltaf þetta er svona, og svo er svona það er svona ættgengt vandamál sem er ekki alveg komið á hreint hvort ég er með eða ekki en það er unnur og ég var bara svo fúll af því að þú veist við hefum getað byrjað að komast að þessu 5 árum áður skilurðu og ég var bara sendur heima því ég var bara eitthvað rugludallur en sko þetta og mjög ég er ekki að segja 100% líkur á því en það er mjög líklegt að það hafi verið þetta sem að byrja að plaga mig hann miklu fyrr og svo bara fer ég eitthvað fílu bara svona, ég er bara kall og ég verð þá bara heima og ég fer ekki til þess að helvítis læknis og ég er ennþá í þessu sko Já, viltu ekki vera að fara til læknis og vera bara með eitthvað væl og bara lítið líður og kvíðin og svo er ég líka bara ég er mjög hræddur við skurðaðgerðir og svoleiðispakka sko ég er búin að vera með kviðslit í mörg ár það er ekki mælt almennt með því en svona ég tel það að vera í lagi en ég veit ég þarf að fara í aðgerð á endanum sko en ég er svona að reyna að fresta því sko að maður vill ekki vera trufla þess að lækna Nei, ok, ég skil út frá þessu reynslu sko og en þú veist, þetta er náttúrulega bara dæmi gert svona kalla að vera ekkert að trufla læknin og vera ekkert að fara að tjekka á einhverju smámunum og eitthvað svona Já, samt var ég þannig en svo maður var hent í þetta sko. Já, en sko það sem ég hins vegar það sem ég veist áhvert er að þetta er náttúrulega bara reynsluheimur kvenna er stútfullur af þessu akkurat þessu og meina útrannsóknum að reynsluheimur kalla er frekar að þeir fá í rauninni ekstra, þú veist, af því að kannski fólk býst við að þeir sé ekkert að koma ástæðuleysu þá er farið ekstra þá er svona farið ekstra fyrir kalla þannig að þetta er svona og talað almennt skilsmanni til kvenna eins og þær séu nú að hafa ómiklar áhyggjur og þetta sé allt í góðu og þær er bara að vera heima hjá sér Já, þetta sé bara hysteríst og eitthvað og ég meina með móðusíki einmitt og sem er bæði ekki til en þetta er auðvitað ótrúlega alvarlegt bæði hjá þér þessi reynsla að fara og ég raun að veigra sér við því að fara til læknis það er mjög alvarlegt að þegar maður, þú veist, maður á að fara til læknis og maður á að trufla lækna ég meina, þú veist, hvað ætlar að gera var þetta síðan alvarlegt herru, ég er dammit, mann á næsta lífi veist,
þetta mjög alvarlegt. Ég var einmitt með þetta svolítið í gangi og svo er ég bara svo, ég veit ekki, þrjóskur eða eitthvað að ég eiginlega ennþá einhvern veginn svona þú veist, eins og það gangi eitthvað upp að ég sé eitthvað hefna mín á þessum eina lækni með að fara sko ekki til læknis svo þú drefst út af enginu sem hún sá akkurat gotcha, þú veist haha þetta ykkur svona og það er þetta sem að böka mér svolítið sko. Bara bókar tíma hjá lækni og lætur tjekka á kviðslitinu svo fekk maður eitthvað svona þú veist, fekkst þú þetta þegar þú ert 940 ára fekkst þú eitthvað svona frá heilsugæslu eitthvað, að nú þú orðin 40 og þá getur nú verið gott að fara í eitthvað svona reglulegt heilsufarstjekk ég fekk eitthvað svona þegar ég var 40 og ég ætlaði nú aldrei þess að fara ég er ekki búin að gera það þá ég er að verða 42 Nei, ég náttúrulega eins og einhver staðar kom fram þá ætlaði Hulda náttúrulega með mér til læknis að því hún treysti mér ekki til þess að muna allt sem þú ætlaði að segja og ég myndi segja allt sem ég þyrfti að segja og eitthvað svona þannig að já, ég er náttúrulega bara kall Herðu, það er bara að koma að þessu Þá draugum við fram plastpokan góða og draugum einn miða frá hlustanda og það er þetta nú viðeigandi af því við vorum hérna út að keyra svo sem sendir miðaldra í Vesturbænum leiðið einhvern skref fyrir skref í gegnum það hvernig ná að skipta dekk við fyrir nú létt með þetta en fyndið strákanir ég hef nú ekki þurft að gera þetta oft en þú hefur þurft að gera þetta ég hef þurft að gera þetta Bíddu, tími er byrjaður en það sko það er eitt sem þarf að segja bara í upphafi skiptum dekk í gamla daga er eiginlega ekki það sama á í dag sko. og ég veit það líka nefnilega sko. en ég meina fólk gæti átt kannski árgerð 2005 þá er þetta bara basic sko nær í tjakkinn vonar hann sé á stannum það sem hann á að vera ég bara byrjum aðeins á byrjunni af því að sko í dag almennt það sem við ætlar að segja að þá er það eiginlega þannig að það er svona kvóða setur bara svona fróðu í dekkið í það sem maður pumpar í dekk það er sprungið það er svona eins og hálfgerður úðabrúsi spraybrúsi og maður er ekkert að fara að skipta dekk í dag þú bara fer út úr bílnum þessi kvóða á að vera þarna og bara tekur tapana og svo er þetta bara eins og spray og þú bara sprayar og fyllir dekkið en svo náttúrulega þetta drífa þig með svo keyrir bara dekk í rauninni með þessari fróðu inn í keyrir bílinn þannig og lætur greiða en þegar það þurft að skipta dekk og fólk á með varadekk eins og eldri bílar eru með í dag þá er þetta nú frábært útvarp þá er það þannig að þú þarft að vera með tjakk og þarft að vera með felgulíkil og lausnin, vonin þetta er og það er eitt sem er mjög mikilvægt að gera það er að byrja á að losa rærnar áður og þú tjakkar upp af því að þær eru mjög oft gífulega fastar þú gætir jafnvel þurft að hoppa á felgulíklinum til þess að losa það fyrsta og þetta viltu ekki gera þegar þú ert búin að tjakka bílinu af því að það getur endað með ósköpum þannig að þú losar þetta pínlítið fyrst svo tjakkaru það getur verið hægt að hoppa sko því að svo gæti hann bara það er nú fólk sem hefur fengið felgulíkilinn í sköflungi sko, það er ekki gott einmitt reyna að nota vógarablið en hvað meira, það er mikilvægt að setja tjakkinn réttan stað svo bygglir ekki undirvagnin eða bílinn það er svona litla raufar sem að tjakkurinn fer í ég myndi náttúrulega líka sko setja áður en allt þetta á sér stað bara þú ert setja þríðningin og fara í vestið passa að bílinn sé í gír í handbremsu af því að hann getur í alvöru rúllað af þú veist, þú ert búin að tjaka hann upp skilur en það var að finna hann að styrtarbitan
og vera svona sem næst sko hjólinu samt ekki ónálægt tjekkar upp taka dekkið klára að nota felgulíkilinn dekkið af 4 boltar, dekkið af hálfvitan á hitt á og bara festa litla dekkið, kalla hálfviti hámarsræði 80 eða 70 á þeim stendur yfirleitt á þeim það er rosalegt að sjá bíla bara með þetta á bara varadekki sko bara á hálfvitanum bara hagkaup bara út allt sko það er svakalegt sko en það eru forréttindi að hafa efni á að kaupa bara nýtt dekks í svona reyndar ekki allir sem að búa svo vel en ég einu svona sprengdi dekki á bílnum hjá Tengdó Erum við að gleyma ykkur? Áður við höldum áram? Nei, þetta er þetta ekki bara ekki búin að leysa það? Jú, við erum búin að leysa þetta herða þetta vel ekki rembast við að herða á meðan bílinn er á tjekknum herða þetta bara svona þannig að þessi þéttingsfast tjekkar hann niður klárar að herða gengur frá öllu, nærðið þrýðningin ferður öryggisvestinu, búið og svona búin að segja söguna en það er bara mjög mikilvægt sko í þessu samhengi að þú ert ekki að gera neitt af þessu nema að þetta sé í bílnum þannig að annarkvort þarft að hafa kvóðu eða þú verður að vera með varadekk og skiptilíkilega felgu, tjakk og þetta verður að vera í bílnum þú veist, ég meina hvað ætlar að gera allan átt að fara í ferðalega út úr bænum sko en það er náttúrulega hægt að hringja bara á eitthvað svona neðaþjónustu eitthvað í dag held ég allavega svona innan bara ég ætla að segja sko rennur þessi kvóða út það maður að endurnýja hann öðru hvoru ekki hugmynd erum við búin að leysa 5 minúturnar? Við erum lengur búin að leysa ég ætla nefnilega að segja sko tengt þessu ég og Hulda á börnin vorum einu sinni út á landi á jeppanum hans Tengdó nonna, af og nonna herru, þetta er svona ég held 7 manna svona gamall jepplingur nei, þetta er jeppi þetta er bara stór jeppi og það springur dekk á honum við erum að keyra yfir svona mjög gróft dæmi og ég er bara þarna á galeiðunni með sprungi dekk reynda var sumar þannig að það var ágætt sviður og ég vissi ekkert hvað þetta að gera Það varst ekki varadekka? Það var varadekk en það var svona skrúað undir bílinn ég bara hafði ekki hugmyndu hvernig ég geti náð dekkin úr og ég vissi ekki eins og ég var á Malavegi óstöðugt undirlag í smá halla og átti ég að fara að tjekka upp bílinn þú veist, ég bara í alvörunni, ég var í ruglunu en sem betur fer þá var ég sko ekki langt frá ættamóti þar sem voru nokkru bifreiðafrekkar þannig ég hringdi bara nokkrir? Þannig ég hringdi bara Hvað þarf marga bifreiðafrekki alltaf að skipta dekk? Það þurfti reynda bara einn, það kom bara einn og hann var svona, honum fannst þetta að vera smá vesen sko, að ég skildi hringja og ekki bara græja þetta þú veist, þú bara liftir hérna upp þessu og það er bara skrúa hérna Fór þetta í kallmennskuna þína? Já, alltaf þegar ég get ekki redda einhverju þá líður mér alltaf eins og ég sé helvítis aumingi sko. Þú veist, þá líður mér eins og kommentakerfið segir mig einmitt þú svona, eins nálætti og hægt kannski Þú ert búin að vera rosalegur eftir að þú fluttir í svona að redda svona framkvæmdum Já Er þetta að reyna að bæta upp fyrir þetta? Nei, og svona tilfelli þar sem þú gast ekki klára þetta sjálfur? Nei það er allan ekki með þetta það er svo gott og gaman að vera sko að kunna að gera og græja af því að það sem að við þú veist, ég meina við dyrkum kalla sem bara kom og græja málin veist, þannig að gamli skólinn sem kann bæði aðeins að pípa og á rafmagnið og eitthvað allt annað sko við erum eitthvað svona djöfus kunnátt Þetta er svolítið að deyja út Herri, já, þetta er að deyja út, en þetta er svo einfalt þannig að þessi dáða og dyrkaða hæfni þetta er náttúrulega bara eitthvað grín sko Ertu að segja að maður getur bara lært þetta á YouTube á hálftíma? Já, ég er að segja það að þetta er eitthvað sem að maður eins og ég sem að er ekki með verkvitt og kann ekki að gera og græja ég er bara að græja og gera alls konar að þetta er í alveg ekki svona flókið en hins vegar höfum við fengið að læra það og það er kannski færaveldið sem að hefur haldið okkur frá það er kynbundið valdakerfi sem hefur haldið okkur krökkunum og konunum frá kallastörunum þetta er svo hættulegt maður, þetta er svo flókið sko borvel og allt ég verð að græða þetta sko ég meina gaskúturinn á grillinu maður allt svona sem er svona kalla brjálaðislega einfalt verndað umhverfi bara gæti ekki verið meira simpult já